Þá var maður að keyra Elrock. Ég hef búin að keyra flestar gerðir á skóta ævina og þetta fyrsti rafmagnsbíllinn sem ég gríp í. Og kemur mér eiginlega dálítið skemmtilega óvart. Mælaborðsskjárinn í þessum bíl pínulítill miðað við það sem maður vanur að venjast. Þetta er bara eins og farsími. En stýrið aftur á móti alveg hæfilega stórt og þægileg stærð miðað við marga bíla. Aðgengilegir takkarnir hérna mjög aðgengilegir en örugglega þarf að venjast þessu. Þetta rúllutakkar en ekki snertitakkar sem slíkir. En miðjuskjárinn sem getur gefið manni fullt áhrif, hann í bæði góðri fjarlægð og mjög greinlegur og stór. Og annars haldið í það að halda takkaröðinni hérna fyrir neðan. Það ekki að gleyma því að við viljum nota þetta þegar við erum að keyra með áþreifanlegum hætti, ekki bara á einhverju skjá. Fjörinn passlega stinn, hún eiginlega miklu líkari þegar maður vanur í hefðbundum bensínbíl heldur en í sumum þessu rafmagnsbílum sem maður búinn að prófa að keyra. Þetta svona eðlilegra samspil á milli bíls og vegar. Stýrið, að því var segja að það passlega stórt til þess að halda utan um það, en það kemur líka á móti þá fyrir fína svörun, hún svo létt og rétt og nákvæm og þegar maður lendir í misfellinu í malbikinu þá kemur það ekki upp í stýrið, maður sleppur alveg við það. Þannig að því leytinu til er aksturinn ósköp ljúfur og léttur. Þessi bíll að koma með 20 tómu felgum. Ódýrasta týpan kemur reyndar á 19 tómu og þessi bíll með 77 kW rafhlöðu. Hann með 11 kWh hleðslugetu í heimahleðslu og mest getur hann farið upp í 175 kWh eða út að hlaða á hraðhleðslu. En milli 10 og 80% þá hann að keyra á svona 120 kW. Þannig að það svona cirka eins og flestum þessar rafbíla í kringum hálftíma verið að hlaða hann milli 10 og 80%. Mér finnst hann rosalega stabíll og gott stýri á þessum bíl. Það veltistýri og það að toga það upp og niður og fram og tilbaka. Það náttúrulega varmadæla í þeim öllum. Algjört lykilatriði í svona bíl fyrir Ísland. En það ekki skinnvættur hraðastillir eftir því sem að ég best veit. Það væri gaman að gera könnun á því. Hvað eru margir sem nota skinnvætta hraðastillinn að jafnaði hérna í Reykjavík. Ef við opnum hérna aftan, þá afdrifin skottleri. Hérna svolítið sniðugt sem að Skoda að bjóða upp á. Þetta 470 lítra farangursgeymsla hérna. Það 40-60 skipting á sætunum og það lítil skíðalóa hérna í miðjunni. Það sem sniðugt við þennan bíl að það hægt að geyma til dæmis kapalinn hér. Þetta náttúrulega, þetta hefur verið laust í öllum bílum sem við höfum verið að prófa eða jafnvel ekki fundið kapalinn. Þetta hérna svolítið sniðugt. Þetta eru festingar sem hægt að festa við, eða svona, sem sagt ef við lyftum hérna þessu hérna upp, þá getum við notað þetta til þess að stilla hluta þannig að það rúlli ekki hérna fram og tilbaka í skottinu.
Simply Clever hjá Skoda, en það heitir fylgir þessi lausn brandi hjá þeim sem heitir Simply Clever. Og síðan ef við tökum þetta hérna úr, þetta margumtalaða lok hérna sem fer yfirleitt í taugarnar á bíleigendum, að þá getum við sett skottið, gert 2 hæðir, þannig að við erum með geymslu hér og geymslu hérna undir. Ef við værum til dæmis að leggja bíl í bílastæði einhvers staðar í borg eða bæ, þar sem við vildum ekki láta sjást það sem við erum með aftur í, þá er fínt að leggja þetta svona niður. Hér er fullt af hillum, það eru ljós hérna og krókar til þess að festa ýmsa varning í bílinn, og svo er 12 volt tengi hérna líka. Hér er gott að sitja. Það verður að segjast eins og þetta er bíl sem er ekki mjög stór, hann er mun minni en Skoda Enyaq og það er alveg meiri háttar nóg pláss hérna. Ég er 1,90 cirka og það er alveg hellingspláss hérna fyrir ofan ennþá, og svo er fínt fótapláss, það er hægt að koma fótónu hérna þokkalega undir, miðjupúði hérna sem að maður getur tekið niður, og þá eru þetta þessir hefðbundu glasa eða dósahaldarar. Það er reyndar svolítið stutt ef maður er með eitthvað hérna í þessu. Þá er hendin svona, þetta hefði mátt vera kannski örlítið lengra. En hér er síðan hægt að setja hita í aftursætin sem er alveg frábær kostur og minnkar bara hitunarþörfina almennt í bílnum ef þú notar aftursætishitann. Og svo er hérna hægt að fá blástur hérna fyrir aftursætisfarþegana líka. Það er alveg sérstaklega falleg innrétting í þessu bíl. Það eru hérna rauð öryggisbelti með svona gráum hliðum og svörtu svona sportlegu munstri hér í miðjunni. Hérna eru Isofix-festingar báðum megin og hérna er eitthvað sem er svolítið spes. Þetta er svona geymslubóks hérna í miðjunni. Það þýðir reyndar að ef við erum með 3 farþega hérna aftur í, þá er orðið fjandi lítið fótapláss fyrir þennan í miðjunni. Að öðru leyti að þá er þetta alveg meiri háttar flott pláss hérna aftur í, og hér erum við með svona munaðargræju eins og svona sólskygni til þess að draga úr birtunni inn í bílinn ef að segjum bara að það væri barn og barnastóll eða eitthvað svolítið sem aftur í. Þetta er ákaflega vel tilfundið og þetta er mjög skemmtilega hannaður bíll.